Hæ, ég heiti Ásdís og ég er að vinna í Makkismárlindinni. Mig langaði til þess að sýna ykkur hvernig við getum notað liti í augnskuggum og ég ætla að fara út í að nota eins og ég er búin að gera hérna megin alveg fjólubláan og appelsínugulan saman. Og ég er að vinna það bara frekar létt en við getum notað þetta bara dagsdaglega til dæmis. Við getum ýkt þetta upp ef við viljum gera þetta aðeins dekkra og getum notað þetta sem kvöldförðin. Litirnir sem ég ætla að nota eru þessir hér. Þetta eru litir sem við fengum í Colorization línunni okkar og þessi palletti heitir Double Feature 8. Það er til alls konar litir saman. Það þarf ekki að vera til að þessi palletta, mér finnst hún bara ógeðslega flott. Og svona skemmtilegt að sýna ykkur að maður þarf ekki að vera hræddur við að nota tvo sterka liti í einu. Ég ætla að byrja á því að setja á mig þetta hérna. Þetta heitir Paint. Þessi litur heitir Untitled. Þetta er í rauninni bara kremaugnskuggi sem við notum sem grunn augnskugga. Og ástæðan fyrir við gerum það er að augnskuggi mun haldast mun betur á og verður bara fallegri áferðin og þannig lítur allt betur út. Og ég ætla bara að setja hana á með fingrunum. Og þetta er bara spurning að fara þennan gullna milliveg. Ég er svona svolítið bara að smyrja honum og láta hann þeyta alveg upp að augabrúninni. Svona. Ok. Næst ætla ég að nota augnskuggann sjálfan. Ég byrjaði að nota þennan appelsínugula og ég ætla að nota þennan hérna bursta, hann er númer 217. Ég elska þennan bursta, hann er bara must fyrir alla eiga. Þetta er bara, ef ykkur finnst þið ekki geta gert augnskugga fullkomið þá þið eigi ekki þennan bursta. Það er bara, hann er algjör snilld. Ég ætla að byrja að setja þennan appelsínugula vera hérna alveg í krókinn og yfir allan svona svo 2/3 af augnlokinu. Svona. Næst ætla ég að taka einn aukalega inn í þetta, svona ljósan. Hann heitir Shroom, hann lítur svona út. Ég er bara með hann í, svona palettuformi. Þið getur auðvitað að nota alls konar ljósa í þetta. Ég finnst þessi bara svolítið þægilegur því hann er svona millisanseraður og hann bara einhvern veginn hentar í allt. En ég ætla til þess að stækka augnlokið, ætla ég að setja hann hérna alveg niðri við augnhárin. Og ekki eitthvað mikið á honum. Og svo ætla ég að setja hann hérna undir brúnina. Svona. Næst ætla ég sem að taka þennan hérna bursta. Hann er númer 219. Ég ætla að nota hann til þess að búa til svona dálítið skarpa línu hérna. Ég er eiginlega eins og bara að gera C. Svona. Ok. Ég nota þennan bursta aðalega bara til þess að leggja litin. Þegar svo tek ég bara aftur uppáhaldsbursta minn sem er númer 219. Og dumpa aðeins ofan í hérna fjólubláa. Og svo byrja ég bara að blanda. Og það er ágætt að taka aðeins úr burstanum þannig að hann sé nánast bara tómur, þannig að maður þarf ekkert að vera að þrífa hann á milli. Og ég er bara að fara í svona fram og tilbaka hreyfingar. Svo. Og það gefur svona dýpt. Meira þarf þetta ekki að vera. Ég ætla að taka dumpa aðeins ofan í appelsínugulu aftur
og setja aðeins hérna ofan í, bara þetta er svona til þess að gefa smá tengingu ef að mann finnst þetta að vera orðið eitthvað svona tvískipt. Svona. Þá er ekkert annað en að setja bara á sig maskara, bretta augnhárin og bara lykilatriði að halda í smá stund, gefa þessu smá tíma. Svona. Og ég ætla að nota maskara hérna sem heitir Zoomlash. Greiðan í honum er svona og það sem er ótrúlega frábært við hann er það er rosalega mikið af maskara á burstanum. Þannig að strax sjáum við bara mjög góða niðurstöðu. Svona. Ég er með mjög lítil augnhár þannig að ég virkilega þarf á því að halda að fá smá þykkingu. Svona. Og þá er þetta lúkk bara í rauninni tilbúið og auðvitað getið þið bara toppað þetta með glossi og ég var auðvitað búin að vinna augabrúnirnar eins og Helena sýndi ykkur síðast. Þannig að svo er þetta að bæta við þetta eyeliner og eins og ég segi þið getið nota hvaða liti sem er. Þið getið nota bláa tóna, bleika tóna, gula, hvað sem er. Þannig að endilega bara prófið þið og æfið ykkur og ég mæli með því að kíkja á þessa colorization línu, það er eitthvað ennþá til í henni. Og það eru bara svo bjartir og fallegi litir og þetta eru litir sem koma ekki aftur þannig að það er mjög skemmtilegt að það er ekki allir eins. En ég þakka bara fyrir mig í dag og vona að þið hafið notið.